Virðulegi forseti, góðir Íslendingar. Úti kalt og það snjóar. Það mun vera sama veður og fyrir akkúrat ári síðan þáverandi forsætisráðherra hélt sína stefnuræðu. Hvort það vísbending að það ástand sé nákvæmlega eins í samfélaginu, ekkert hafi gerst og við vöknum upp á morgun eins og væri 2008 veit ég ekki, en vonandi bjartara framundan. Nú þegar 1 ár liðið frá hruni bankanna athyglisvert að skoða árangur okkar í að verjast fallinu. Margt hefur verið vel gert en einnig afar margt misfarist. Áhugavert jafnframt að skoða hvernig þetta gat gerst og hverjir eru ábyrgir. Smátt og smátt kemst skikk á það ferli með rannsóknarnefndum, sérstökum saksóknara og síðar væntanlega dómstólum. Allt þetta nauðsynlegt og má hvorki spara atgervi né fjármagn til að tryggja að réttlæti nái fram að ganga. Án réttlætis verður hvorki friður né sátt í íslensku samfélagi. En þrátt fyrir nauðsyn þess að leggja ríka rækt við þessa 2 þætti þó mikilvægast nú að horfa fram á við. Hvernig rísum við úr öskustónni? Hvernig samfélag ætlum við að skapa? Af reynslu annarra þjóða ættum við að hafa lært að forðast langtíma atvinnuleysi og harða niðurskurð. Þá lexíu virðist hvorki ríkisstjórnin né Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa lært, því miður. Í stað þess að skera niður og miðstýra allri þjónustu frá einum stað ættum við að setja okkur langtímamarkmið, það markmið að samhliða nauðsynlegum niðurskurði opinberum rekstri næstu 3 til 5 ár færum við verkefnin, þjónustuna, til fólksins land allt. Í stað þess að einblína á niðurskurð og samdrátt ættum við að horfa á umbreytingu og tækifæri í að bæta grunnþjónustuna með minni tilkostnaði. Í stað háskattastefnu ríkisstjórnarinnar eigum við að laga skattkerfið að tvennu. Annars vegar réttlátara samfélagi og hins vegar samkeppnisfæru samfélagi sem byggir upp atvinnu. Þannig munum við koma neyslunni aftur í gang, þannig sköpum við ný störf handa öllum vinnufúsum höndum. Sú leið best fallin til að tryggja stöðugleika hjá heimilum og fyrirtækjum og slá þar með raunverulega skjaldborg það mikilverðasta í samfélaginu sem fólkið og heimilin. Við eigum ótal tækifæri. Fá lönd í heiminum geyma eins margar öflugar auðlindir og Ísland. Þar mannauðurinn mikilvægastur, þekking og frumkvæði eiga verða okkar aðalsmerki, ungrar og velmenntaðar þjóðar. Samtakamáttur þjóðarinnar mikill þegar þörf á. Þjóðin hefur margoft áður sýnt hvers hún megnug, samvinna og samstaða næst með henni allri. Þá náttúruauðlindir okkar svo fjölbreyttar og öflugar að furðum og sæta að við skulum sitja í þeirri stöðu sem raun ber vitni. Nýting lands og sjávar til matvælaframleiðslu, bæði til innanlandsneyslu og eins öflugasta matarútflutning sem þekkist, sparar bæði gjaldeyri og aflar. Það sérkennileg ríkisstjórn sem að vanhugsuðum hætti og yfirlýsingum skyndilegar breytingar á starfsumhverfi grundvallar atvinnuvegana vegur að stöðuleika og framþróun í stað þess að styðja við bakið á þeim greinum sem munu verða meginstólpar í endurreisn íslensks efnahagslífs. Við höfum á síðustu árum tekið stórstíg skref í nýtingu orkuauðlindanna. Þar erum við í fararbroddi ríkja í að nýta endurnýjanlega orkugjafa til margvíslegra nota. Við þurfum og munum ná samstöðu þjóðarinnar þessa mikilvægu atvinnugrein. Öfgar, hvort sem í nýtingu eða vernd, eiga ekki við. Orð forseta við þingsetningu og eins orð Dr. Paka Háris, formanns vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál, styðja það að orðspor okkar í þessum geira gott og mun betra en stundum hefur verið sett fram í átakaumræðu innanlands á síðustu árum. Sú atlaga að atvinnugreininni sem ósamstíg ríkisstjórn veldur, þar sem ríkisvaldið bregður sífellt fæti fyrir uppbyggingu í þessum geira óskiljanleg. Ábyrgð ríkisstjórnar á að viðhalda háu atvinnuleysisstigi og stefna fólki út í vonleysi langtíma atvinnuleysis mikil. Góðir landsmenn, við verðum að nýta auðlindir okkar, það má öllum vera augljóst. Sá ágæti maður og einn fremsti hagfræðingur samtímans, Joseph Stiglitz, benti einmitt á nauðsyn þess í heimsókn sinni hingað til lands á dögunum. Þar við framsóknarmenn samstíga fræðimannum og höfum alltaf talað fyrir margvíslegri nýtingu auðlinda lands og sjávar með sjálfbærni og verðmætasköpun fyrir þjóðarbúið að leiðarljósi. En nýting náttúruauðlinda snýst ekki aðeins álver eins og skilja mætti af orðræðu síðustu ára og átökum. Margvísleg önnur störf vaxa upp úr þekkingariðnaðinum og þjónustu við orku og virkjanageirann.
Við þurfum að taka forystu í því sem oft kallaður græni iðnaðurinn eða græni geirinn. Þar eigum við ótal möguleika og spennandi fyrirtæki sem bíða eftir að fá eðlilega athygli. Ferðaþjónustan, sem hefur dafnað og vaxið hratt á síðustu árum, nýtir sér einmitt náttúruna sem auðlind á margvíslegan hátt. Fjölbreytt nýting auðlinda hefur undanförnum árum fært okkur fjölmörg ný störf land allt og aflað gríðarlegs gjaldeyris. Margar aðrar atvinnugreinar og samfélagsþætti mætti nefna sem verða undirstöður endurreisnarinnar. Aukin menntun, ekki síst starfsmenntun, er ein þeirra. Góðir Íslendingar, með samstöðu og samvinnu náum við langt. Réttlátara og sanngjarnara samfélag hlýtur að vera markmið okkar. Með því að snúa bökum saman gegn ytri ógnunum og samtaka mætti í að nýta möguleika okkar til atvinnusköpunar munum við ná settu marki. Framsóknarflokkurinn er tilbúinn hér eftir sem hingað til að leggja öllum góðum málum lið. Við þurfum að sækja fram með vonum bjartara og betra samfélag að leiðarljósi. Hófsemi og skynsemi eiga að verða ein kjörorð hins nýja samfélags okkar, réttlæti og samstaða önnur. Þá mun okkur vegna vel. Góðar stundir.